Kærir Íslendingar, ég hef valið 20 þáttakendur til þess að taka þátt í stríði á götum borgarinnar. Í boði 500.000 króna fyrir þann sem stendur uppi sem sigurvegari. Hildarleiknum öllum verður sjónvarpað hér á Skjá 1, svo að þið, áhorfendur, getið fylgst með hversu langt keppendur ganga fyrir peningana. Megi besti keppandinn sigra. Góðar stundir. Gegndrepa vatnsbyssukeppni. Gegndrepa hugafóstur Herra X, en hann kýs að halda nafni sínu leyndu. 20 leikmenn munu bítast til sigurs og það 500.000 í verðlaun. Hver leikmaður alltaf með einhvern einn sem sitt skotmark. Leikmenn fá takmarkaðar upplýsingar skotmarkið og verða að beita sínum leiðum til þess að hafa upp á því. Ef leikmanni tekst að skjóta skotmarkið með vatnsbyssu eða hittir með vatnsblöðru, þá fellur skotmarkið úr leik. Þá erfir leikmaðurinn skotmark þess sem hann felldi úr keppninni. Þannig gengur keppnin þangað til að einn stendur uppi sem sigurvegari. Sigurvegarinn fær 500.000 að launum. Í síðasta þætti af Gegndrepa hófst stríðið og 3 voru felldir úr keppni. Fast Bastard byrja á því að sitja fyrir Jóhanni Göring í vinnunni, en misti á honum. Hann gafst þó ekki upp og náði Jóhanni Göring að endingu við heimili hans. Waterproof gerði árás á lampaskerm þar sem hún þóttist vera að uppfæra hjá honum ADSL-þjónustuna, en hann fékk eitthvað allt annað í staðinn. Að lokum faldi vinalegi draugurinn hann Kasper sig inn í ruslageymslu fyrir utan vinnustað Black Mamba og gerði árás á hana þegar hún fór í sakleysi sínu út að reykja. 3 keppendur þegar fallnir úr Gegndrepa og 17 standa eftir. Allir þeir önnum kafnir við að hafa upp á skotmörkum sínum og undirbúa árásir. Vera hefur gert heimavinnuna sína og komist að ýmsu skotmark sitt. Hún ætlar loks að láta til skarar skríða. Vera 20 og starfa við lyfjaframleiðslu. Hún frekknótt og fæddist í Bandaríkjunum. Hún gengur í hvítum slopp í vinnunni og æfir karate. Þetta svona eins og lögg og búa og þetta bara mjög skemmtilegt. Og ég meina bæði spenna í þessu, maður fer að skjóta með vatnsbyssu, maður fer að rannsaka. Vera myndi ganga í herinn. Hún segist vera góð í stærðfræði og íþróttum. Vera ætlar að vinna. Vera ætlar að gera árás á Díkan. Díkan 24 ára gamall smiður. Hann segist vera sérfræðingur í flestu öllu sem hann tekur sig fyrir hendur. Ég bara húsasmiður og finnst gaman á motocrossi og gera bara til dyrana eins og ég klæddur. Díkan ekki trúaður, en hann segist ætla að eyða peningunum í einhverja vitleysu. Honum finnst hann einnig vera fáránlega fallegur. Við hittum Veru árladags á Nýbýlaveginum í Kópavogi. Póstberar fara snemma á fætur og Vera einmitt dulbúin sem slíkur. Hún ætlar að grípa Díkan glóðvolgan við bréfalúguna. Hæ, ég heiti Vera og skotmarkið mitt heitir Díkan og hann 24 ára gamall strákur sem býr á Nýbýlavegi 42 og ég ætla að ná honum núna. Klukkan rúmlega 7 og ég veit að hann smiður og verkstjóri á sínu vinnustað, þannig að hann hlýtur að fara í vinnuna á milli svona 7:30. Þannig að ég ætla að reyna að ná honum þegar hann fyrir vinnuna og ég ætla að bíða í garðinum svona fyrir aftan. Ef einhver kemur út sem ekki hann og spyr mig hvað ég að gera, þá ætla ég bara að segjast vera að bera út póstinn eða svo eitthvað sem ég fann heimi á mér. Og svo þegar hann kemur út, og ég man alveg hvernig lítur út, þá ætla ég að skjóta með vatni og þá hann á leik.
enginn búinn að sækja blaðið sitt. Veistu hvort að Sigríður búið hérna? Sigríður Gottskálks. Það er ok. Það er nefnilega ekkert merkt, sko. Jæja, takk samt. Ég sem sagt beið eftir honum alveg í 1 klukkutíma eða meira. Svo allt í einu kemur einhver gæi út sem að er kannski svolítið líkur honum, en ég var ekki viss og sest upp í bíl. Og ég held að þetta hafi verið hann, þannig að ég hljóp á bílnum og bakka rúðuna. Þá bullaði ég bara eitthvað í honum og spyr hvort það búið ykkur Sigríður í blokkinni. Og ég var svona báðum áttum hvort þetta væri hann eða ekki. Ég var ekki alveg viss. Og ef þetta var hann þá ætlaði ég að finna út hvaða vinnur. Ég verði að gera það. Vera hafði ekki heppnina með sér að þessu sinni. En samkvæmt reglum gegndrepa hefur hún aðeins 2 tækifæri enn ónýtt. En keppendur hafa aðeins rétt á 3 mistökum. Vera verður því að gera aðra tilraun til að ná í skottið á Deacon, en hann sjálfur er önnum kafinn við að eltast við Ron Manager. 3 keppendur eru þegar fallnir úr gegndrepa og standa á því 17 stressaðir eftir. Sumir eru þó duglegri en aðrir, því Fast Bastard sem var fyrsti keppandinn til að gera árás í gegndrepa hringdi í útsendara X og sagðist reiðubúinn í þá næstu. Fast Bastard er 23 ára verkfræðinemi. Hann er 4-faldur Íslandsmeistari í 400 metra grindahlupi og metið hans er 49,93 sekúndur. Ég er hlaupari, þannig að ég get hlaupið mjög hratt og grindahlaupari, þannig að ég ætti að geta forðast hluti mjög auðveldlega. Fast Bastard segist alltaf munu vera einu skref á undan mótspilunum sínum. Hann er gríðarlega mikill keppnismaður og segist enga ástæðu til þess að taka þátt ef maður ætli sér ekki að vinna. Hinn hraðskreiði Fast Bastard ætlar að gera árás á Gínuna. Gínan er 19 ára nemi í fjölbrautaskólanum í Breiðholti. Hún segist vera mjög hittinn, enda æfði hún handbolta í 12 ár. Gínan vinnur með skólanum í Kiss í Kringlunni. Ég áttur að finna einhverja crazy leið, sko, til að, rústa öllum hinnum. Gínan segist myndu ganga í íslenskan her ef búningarnir væru flottir, en hún hefur mjög mikinn áhuga á tísku að eigin sögn. Ef Gínan væri dýr, væri hún tígristýr, hættuleg og sexy. Snemma á 50-dagsmorgni óku útsendarar Herra X upp í Breiðholt og hittu Fast Bastard við fjölbrautaskólan í Breiðholti. Ég heiti Björgvin, eða Fast Bastard, og við erum fyrir utan FB í bíl að reyna að koma okkur fyrir þar sem Gínan er að fara að mæta á svæðið vonandi. Og við ætlum bara að sitja fyrir henni hérna fyrir ofan og leið og við sjáum bílinn, þá bara rössum við á hana. Tökum hana þannig, vonandi verður það einfalt, eins og hann hljómar. Fáir voru á ferli svo snemma morguns, en Fast Bastard notaði tímann vel. Hérna ætlum við að vera góðir. Nei, það vantar koppinn aftan á hana. That's it. Dagurinn byrjaði ekki vel hjá Gínunni, en klest var á bíl hennar á bílastæðinu.
fattaði. Já, þakka þér sömuleiðis. Góður tími samt. Það er nýbúið að klippa á mig. Nei. Jú. Það var alveg leiðileg. Ég var alveg með byssuna. Ég vildi að fylgjast með, ég var bara, alveg bara, Guðri bara, Ég var alveg skítrættur þessar byssur, svo hún ekki stóð, sko, þetta grínast. Það var óslega flott hjá þér. Takk fyrir það, það var flott að skjóta mig tilbaka. Ég var búin að passa mig svo vel. Ég veit, alveg fáránlega, sko. Ég held að þú myndir aldrei fatta að ég var í þessum skóla. Ég var búin að hringja eitthvað og spyrja hvort að ég væri í þessum skóla. Það var bara nei, það er bannað að gefa upplýsingar. Já, ég nefnilega, sko, ég hringdi fyrsta daginn. Já. Og kona var voða treg við að gefa mér upplýsingar. Fyrst spurði ég, sko, hvort þú værir. Já. Og síðan sagði ég bara, nei, veistu, herru, hún er í þessum skóla. Ég er að fara, þú veist, ég veit það alveg, þekkilega sagði ég. Þú veist, ég er bara að fara að ná hérna eftir, það var slagt að gefa hann. Og ég ætla ekki að láta hann að bíða, ég nenni ekki að bíða í 4 tíma eftir þessu, sagði ég. Já. Og þá sagði hann, já, við búum kortir yfir 4 eða eitthvað. Í alvörunni? Í alvöru. Ég ætla að skamma þér upp á skrifstofu. Hún veist að gaf þér tvisvar, sko, hvernig það var búið. Í alvörunni? Já. Þannig að skipti get ég vinkonu mín að hlaupa með að hringja, sko. Og þá bara ekkert mál, sko. Hvað varstu að vinna í Kiss, eða eitthvað? Já. Ok. Ég passaði mig óslega þar í vinnu. Já. Ég held að þú myndir Ég vissi ég myndi aldrei hringja í Kiss af því að, þú veist, þeir myndi aldrei gefa þetta. Og hvað ég samt fyrir út þig. Mér langaði að fara að drepa einhvern. Já, það er fínt, ég varst að vera búin að það, sko. Já. Það er gaurinn sem ég er með, hann var með rosalega töff. Ég vissi að hann hafði drepið sinni einhvern veginn. Hann var með herra á Íslandi og tók hann í viðtal. Nei. Það var töff. Já. Cool. Haldur þegar ég hafi verið að grenja eða eitthvað. Já. Það er greit. Það er greit. Já. Já, það var allt búið að vera í volju í morgun. Ég misti tölvunni mína fyrst. Nei. Svo var kleft á mig. Hvað? Bara í stæðinu og einhver gaur bara eitthvað. Núna bara? Hundur á mig, já. Ok. Það er svona lengi að koma út á bílnum. Já. Við heldum að það hefði spottað okkur, sko, þegar við stóðum þarna. Hljópi. Þetta var 3 metrar, sko. Það er kæruleysi, sko. Það var alltaf langur tími sem búið að fara í þig, sko. Bara eins gott fyrir þig. Já, nákvæmlega. Já. Ég ætla að fara inn í skólan. Það er Þetta er bara búið. Nei, herjá, takk. Bye. Þetta er turbóbyssan mín. Heima smíða kveikindi. Vatnsvirkinn hjálpaði mér að setja saman efni. Tók mér til einn daginn að því ég fann ekki byssur, sem sagt í öllum helstu leikfangabúðum. Það sögðu mér allir að það væri ekki til neitt, nema bara eitthvað svona lítið drasl, sko. Þannig ég ákvað að skelli í eitt kveikindi. Þetta tók samt ekki nema kannski 2 tíma, en hún virkar. En hún skýtur bara einu sinni, þannig að, og hún legur. Það var nú góð. Vonandi að hún drefur fleiri, það er ekki spurning. Gína náði ekki að verjast hennum sprettharða Fast Bastard. Þannig er Fast Bastard kominn með skotmark Gínunnar, Gústa. Spretthlauparinn er kominn skrefi nær 500.000, en sjálfur er hann hundeltur af götusóparanum. Eftir stutt hlé fáum við að fylgjast með frú Grímu eltast við skotmark sitt á fótboltavelli. Þá eru 4 keppendur fallnir úr keppni og heldur betur farið að hitna undir þeim 16 sem eftir standa. Margir eru tilbúnir að leggja allt í sölurnar til þess að fella skotmörk sín eins og við komumst að síðar í þættinum. Frú Gríma er ein þeirra sem eftir standa. Hún hefur kynnt sér skotmark sitt vel og undirbjó árás. Frú Gríma er tvítug og starfa sem afgreiðslukona og dyravörður. Hún segir sjá afar vel í myrkri og ætlar til Ástralíu fyrir peningana ef hún sigrar. Ég hef mikla kímnigáfu, er snögg í öllu. Ég ætla að finna mér alltaf nýja búninga þegar ég er að drepa fólk. Frú Gríma telur sig einnig vera mjög góða að hlaupa, fela sig og drepa fólk. Hún er fædd 18. ágúst 1986 á 200 ára afmæli Reykjavíkurborgar. Frú Gríma ætlar að gera árás á Counter-Strike meistarann Zorro. Zorro er 23 ára smiður. Hann er sigurviss, vel skipulagður og telur að verkefni sé krefjandi. Hann segist verið í topp formi. Ég er gamall, svo sagt, Counter-Strike spilari og spilaði mikið af svona herkjænskuleikum, sko, þar sem maður þurfti aðeins að hugsa.
Zorro fækkaði fötum í Norrænu á leið á Ólafsvöku í Færeyjum á síðasta ári, en ekki fylgir sögunni í hvaða tilgangi. Hann kallaður Siggi Nike í daglugu tali, en hann ber ör á kinninni sem eins og íþróttamerki í laginu. Þegar frú Gríma hafði samband við útsendara X, vildi hún hitta okkur samstundis í Egilshöll í Grafarvogi. Hún kvaðst hafa komist á snoðurum að Zorro væri þar að spila stöðu framherja í bikarleik í knattspyrnu. Ég heiti frú Gríma og ég ætla að drepa skotmark þig, hann Zorro. Ég er búinn að vera að hafa upp á honum alla síðustu 3 daga. Búinn að fara á netið, leita alls staðar á honum. Búinn að fara fram húsið hans, labba fram húsið hans, keyra á mismunandi bílum fram húsið hans, gera allt. Svo sá ég á netinu að hann er að keppa í kvöld. Hann er í utandeild í fótbolta, bikarúrslitaleikur og hann er núna að spila inni. Ég ætla að hlaupa inn á völlinn og ég ætla að skjóta hann. Ég ætla leikurinn bara veist og það er náskotmarkinu. Liggur hann hana? Stendur hann hana? Getur hlaupað hann? Ég ætla að hlaupa á skotmarkinu mitt. Hann er með fótboltaleikinn. Ég vil taka hann núna. Getur það? Þetta er bara, ég er í fótboltaleik, þetta er bara sko, hvað á ég að gera? Þetta er ekki hægt. Ég meira svona síðan og skilja það meira rögglega, þannig að hann er það betur sem ég. Þetta var bikarúrslitaleikurinn í utandeildinni og við náðum að klúðra í að láta þá jafna þegar 10 sekúndur eftir að venjulega leiktíma. Töpum vítaspyrnukeppni. Það er ömurlegt líka að vera skotin út af stelpum, sérstaklega í bara mínum leik. Það er hrikalegt. Áttu við að leggjast? Mér er samt grunað þetta sko, ég var búinn að finna það út sko. Ég sá þig keyra fram í húsinu minn en daginn á svörtum BMW, sem passaði það ekki, jú. Ég hélt bara að þú værir að keyra sko fyrir strákinn sem satt í bílnum sko. Kannski gefur upplýsingar. Gefa upplýsingar? Já. Hann? Já. Það eina sem ég veit er það sem þú færð að vita. En heyrðu, ég þarf að fara í vennaðinguna. Zorro hafði ekki roð við frú Grímu sem fékk skotmark Zorro rauðan að launum. Það voru 5 fallnir úr keppni, en 15 keppendur berjast enn til sigurs. Einn þeirra er Gústi, sem hefur lagt á sig mikla vinnu við að undirbúa næstu árás. Gústi er 21 árs og vinnur sem klippari hjá Ríkissjónvarpinu. Hann hefur gaman af skotleikjum og skotvopnum og segist ekkert munu eiga erfitt með að toga í gikkinn þegar á hólminn er komið. Ég hef mikið veiðimanns eðli í mér, en mér hefur alltaf rauninni langað til að veiða fólk. Ég er mjög kaldrifjaður maður. Gústi hefur mikinn áhuga á fjöldamorðingjum og hefur kynnt sér eðli þeirra ítarlega. Hann lýsir sér sem íhuglum og hljóðlátum manni. Hann er góður í rökhugsun og stundar klefur. Gústi er ekki trúaður. Gústi ætlar að gera árás á vírusinn. Vírusinn er 24 ára og rekur netverslun. Vírusinn ber titilinn Herra Ísland 2005. Hann hefur brennandi áhuga á íþróttum og öllu sem þeim tengist. Ég er svolítið Jack Bauer í mér. Ég hef lært mikið á honum. Líka uppáhaldslagið mitt í augnablikinu er með Bubba. Þau munu öll deyja. Vírusinn segir að honum langi mikið að taka fólk úr umferð. Hann lætur ekki króa sig af og segist ekki taka þátt í gegndrepa vegna peningana. Síðdegis á föstudegi bað Gústi útsendara X að hitta sig á vinnustað sínum. Þar hafði hann lagt gildru fyrir skotmark sitt. Vírusinn átti sér einskis ills von þar sem hann samþykkti að mæta í viðtal í þekktum sjónvarpsþætti. Ég er Gústi. Ég hef platað vírusinn til að koma henni upp í útvarpshúsið Efstaleiti 1.
Hann telur sig vera að fara í viðtal hjá Kastljósinu sem varðar málefni ofsaksturs, en það er ekki rétt. Ég ætla hins vegar að taka hann út fyrir sminkinu við hliðina á okkur. Ég hef bæði augu og eyru í móttökunni og í herbyggjum hérna á neðri hæðinni. Þannig að ég veit nákvæmlega hvernig hann kemur. Þeir munu hafa samband við mig símleiðis og síðan mun árásin eiga sér stað. Gústi og útsendari X biðu í óratíma en ekkert bólaði á vírusnum. Á endanum hafði samstarfsfélagi Gústa samband og spurði fregna af vírusnum. Gústi sagði sem var að vírusinn hefði skrópað í viðtalinu og sóað verðmætum tíma dagskrárgerðarfólks. Eftir árásina hringdi vírusinn í útsendara X og tilkynnt honum að hann hefði fylgst með starfsmönnum herra X yfirgefa húsnæði Ríkisútvarpsins og hann væri meðvitaður að gerð hefði verið tilraun til þess að ráðast á hann. Gríðarleg spenna liggur í loftinu og sumir leikmenn eru farnir að breyta verulega út af sínum daglegu venjum til þess að forðast árásir. Eftir stutthlé verðum við vitni að því hversu langt sumir keppendur eru tilbúnir að ganga fyrir peningana þar sem mannrán kemur við sögu. Fimm keppendur hafa nú valdið herra X vonbrigðum, en 15 eiga enn möguleika á að vinna $500.000. Ron Manager grípur til örþrifa ráða til að taka skotmark sitt úr umferð, en hann hefur eytt miklum tíma í árangurslausa njósnaleiðangra. Ron Manager er 25 ára verkstjóri hjá Kópsson bílaþrifum. Hann er úr Árbænum og segist vera fínn gaur. Ef ég kemst inn í leikinn þá ætla ég að koma með yfirlýsingu á bloggsíðuna að ég sé að fara að skipta vinnu og jafnvel hætta með kærustunni. Ron Manager segir sjálfan sig skara fram úr í mannlegum samskiptum og telur sig vera gott sjónvarpsefni. Hann er með margvíslegar áætlanir hvernig hann ætlar að fela slóð sína. Ron Manager ætlar að gera árás á Kasper. Kasper er 25 ára dælitæknir. Hann kynntist konunni sinni í djúpulauginni og þau hafa verið saman í nokkur ár. Meðan á Kasper 3 ára strák. Kallaði Kitty Klikk, en ef ég er rosalega óþekkur þá segir kona mín og mamma mín Kristján Björn Tryggvason. Ég er algjör adrenalínfíkill og ég held að þetta sé rosalegt adrenalínflæði að vera með í þessum leik. Kasper segist vera meðalmaður sem ætlar að hífa sig upp úr meðalmennskunni. Kasper vinnur við að dæla því upp sem við hinn sturtum niður. Kasper er einn efnilegasti keppandi gegndrepa og bindur herra X miklar vonir við hann. Kasper felldi Black Mamba eftirminnilega úr keppni í síðasta þætti og verður gaman að sjá hvort honum tekst að verjast árás Ron Managers. Fimmtudagskvöldi í dimmu húsasundi í miðbæ Reykjavíkur mætti útsendari herra X á fund Ron Managers. Ron hafði dregið útsendaran á fund sinn með þeim formerkjum að hann langaði að útskýra fyrir honum hvernig árás á Kasper ætti að eiga sér stað og hann hefði undir höndum gögn sem væri svo yfirgripsmikil að það væri engin möguleiki að senda þau með tölvupósti. Útsendari X mætti og komst fljótt að því að ekki var allt með felldu. Herðu, við erum með rosalega plan í gangi. Það er svolítið með þig að gera. Herðu, við erum Út úr myrkrinu birtust grímuklæddir menn sem fjötruðu útlimi útsendarans með sterku límbandi og kom honum fyrir í farangurskemslu byrjaða sinnar. Ljóst var að hér voru brögð í tafli. Bílnum var ekið frá miðbænum og út í iðnaða hverfi. Ok, hver er með kameragæjan? Halló. Ég er leið! Þar var síminn tekinn af útsendaranum. Ron Manager flett upp símanum hjá Kasper, hringdi í hann og þóttist vera útsendari X. Kasper, sæll, ég er útsendari fyrir herra X. Herru, verður þú nauðsynlega að fá að hitta þig í kvöld? Kasper þekkti símanúmerið en kannaðist ekki við röddina, svo honum þótti þetta grunnsamlegt. Hann var búinn að vakta í 2 sólarhringa, hann er ekki bara einn í þessu. Já, ég skil þig. Já, gerðu það. Ok, læs. Þetta er ekki að djóka.
Hvað rugl í gangi? Gæinn sem paranoia hann ætlar að hringja aftur maður. Ok, hann er að hringja strákar. Sæll. Hvað segir, ætlar að hitta okkur? Já, nei, ég er ekki sami gaur og tala við vennilega, sko. Hann er búinn að vera á vakt í 2 sólarhringa, sko. Hann getur ekki sinnt þessu einn. Já, ekkert mál, ég skil það alveg. Herðu, ok. Getur verið tilbúin bara eftir 4 mínútur. Herðu, þú verður sóttur. Glæsilegt. Ok, já, bless. Snillt, hann tók þessu. Herðu, bí. Blessaður. Herðu, hann gleypti þetta. Ok, fara að sóta hann. Ok. Þá fyrst var útsendara X sleppt aftur og honum tilkynnt það að Kasper yrði skotinn úr keppninni hálftíma síðar á bílastæði Kringlunar. Mikil spenna lá í loftinu því keppnin hafði tekið óvænta stefnu. Útsendarinn hafði samband við herra X sem ákvað að þetta væri ekki brot á neinum leikreglum. Hálftíma síðar birti svartur Range Rover inn á bílastæði Kringlunar með Kasper innanborðs. Kynntast mér? Það er ég. Gerum fyrst greiða? Sjáumst, Kasper. Úr leik. Hinn efnilegi Kasper var hér með úr leik og var að vonum ekki ánægður með stöðu mála. Það er losunarstrákinn. Blóðlít. Já, þið segir það. Veitu hvað gerði? Það rændu þig. Rændu útsendara herra X. Samt fair play, þú ert hörku keppandi. Já, blessaður. Ég voru líka fyrir utan heima og það er alltaf fokkin vikan. Já, ég er hérna. Ég líka ég. Dúlættir! Sko, þú ert þrjusu keppandi og mútti eiga það. Þetta var desperate measure, sko. Ég er búinn að reyna allt. Ég var á leiðinni þegar þið hringdu að skipuleggja næsta skot sem að verður núna klukkan 8 að vera klukkan 7 í fyrramálið. Það er bara að sofa þess líkur. Skal reyna, Kristján, að ég vinn þetta. Þá voru við bóðir í sigurpartíð og smá sáraböttur. Nó, bara frá. Þú vinnur hjá uppdælingu, þegar ekki? Jú. Já, ég er búinn að vera þar í fiskitúrum út í fjöru, sko. 2 daga í röð. Þetta er búið að vera ógeð. Við erum að tala, það er búið líka, við erum búin að sólarhringsvakta það, sko. Eru við búin að vera að vinna allir saman í þessu? Nei, sko, náttúrulega þessi gæi kallast Agent Brjósklos. Hann var í brjósklosaðgerð og hefur ekkert að gera og býr rétt hjá heima hjá þér. Já, þetta er bara að bjarga lífi mínu núna, þess að ég er komin á klett núna. Hún er bara að fara á taugum, það er ekki neitt að gera. En sko, ég býð upp í Árbæ og ég er búinn að fara 7 eða 8 ferðir heim til þín, sko. Já. Hvernig opnar þetta? Já, byssa þig. Hvar fékkstu þetta kvikindi? Ég leita að vasklís út allt, fann eitthvað mjög leikandi bónusstrast. Ójá! Ég horfði á þetta! Bubban upp fyrir framan okkur! Eins og fín! Ég átti að svo stíla hvernig. Ég get ekki laupið! Hinn efnilegi Kasper var hér með úr leik. Prins undirheimanna Ron Manager er þannig komið með nýtt skotmark, Galileo. Galileo er hins vegar á hælum Waterproof sem ætlar sér að fella refsarann. Refsarinn er á eftir frú Grímu sem ætlar að fella rauðan. Rauður sem getur ekki beðið eftir því að gegn drepa einhvern, bíður enn. Skotmark hans er Barbie Girl sem ætlar sér að fella Arven. Arven er þessa stundina að kynna sér götusópara. Götusóparinn er þessa stundina að kynna sér Fast Bastard. En næsta fórnalamb hans er Gústi.
Keppandinn sem enn á slóð vírusins eftir misheppnaða tilraun til árásar. Vírusinn á hælum veru sem tókst ekki að fella Deacon úr keppni. Deacon hins vegar á eftir pörupiltninum Ron Manager. Öll stefna þau að sama markinu, að fá $500.000 að launum. Í næsta þætti af Gegndrepa. Góðir Íslendingar, takk fyrir að horfa. Stríðið heldur áfram í næstu viku.